þegar við erum að taka svona ákvörðun eins og eigum við að sækjum að ESB eða ekki, þá þurfum alltaf að velta fyrir okkur, þú veist, byrju til hvers erum við að þessu? Hvernig erum við betur sett en því að sækjum í ESB? Heldur en þá stöðu sem við erum í núna. Við erum með EES-samningin sem að veitir okkur aðgang að innri markaðnum. Við erum með fjórfrelsi, við getum ferðast innan Evrópu, við getum unni hvar sem í Evrópu. Þetta er frábær samningur. Það er frjálst flæði vöru og þjónustu og fjármagns. Þannig að hvað viljum við fá meira? Og þá segja menn, já, við viljum verða hluti af ESB, en þá þurfum við að gefa eftir á ýmsum sviðum. Það er mikið fullveldis afsal eins og Stefán Már hefur nýlega bent á. Þannig að við ætlum að fara eyða núna einhverjum árum í það að semja undanþágur fyrir einhverju sem við erum nú þegar með undanþágur fyrir. Veitu til hvers? Jón Helgi Egilsson, þú kærlega velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér. Já, það var nú bara minnsta. Hvernig ertu? Ég er bara ágætur, sko. Það ekki? Jú, ég er búinn að fara til ESB-landsins Grikklands og bara hafa það gott, sko. Það ekki? Jú, bara mjög gott. Var ekki gott að vera í lágvaxta umhverfi og stöðuleika? Jú, það var mjög gott. Ég var til dæmis mjög ánægður að ég gat farið og fengið mér espresso og ég borgaði helmikið minna fyrir espresso í Grikklandi heldur en á Íslandi. Æðislegt. Og að vísu er það þannig að sko Grikkir við erum með 4 sinnum cirka kaupmáttin heldur en Grikkir. Þannig að þú tekur þetta allt saman að þá getum við Íslendingar keypt 2-falt fleiri kaffibolla fyrir okkar ráðstöfunartekjur. En enga síður, jú, kaffibollin var, sko, þú veist, hann er 100% dýrari á Íslandi. Já. Það gefur þá ekki auga leið að ef við varum með okkar í rauninni hagvöxt og með stöðuleika sem fylgir krónunni, þá getum við keypt 4 kaffibolla en ekki bara 2. Já, við getum keypt ef það er sko, ef hann er 100% dýrari á Íslandi heldur en í Grikklandi og ef við erum með 4-falt launin með Grikkland, þá getum við væntanlega keypt sko 2-falt fleiri kaffibolla fyrir okkar kaupmátt. Og það er alltaf það sem skiptir máli og þetta er svona kannski það sem við erum að sjá í umræðinu að ef þú tekur hlutin úr samhengi, þá getur komist að alls konar niðurstöðu. Þess að skiptir máli að reyna að skilja okkur, það eru kostir og gallar, það er kostnaður og það eru tekjur og aðalatriðið að sjá bara stóru myndina. Já, það sko, því að þú dembir svolítið í ESB-umræðina, þú ert með doktor í peningahagfræði og þú dembir svolítið inn í umræðina í kjölfar þess að Katrín Mann gerir skýrslu fyrir ríkisstjórnina sem að á ekki að vera með niðurstöðu samkvæmt allavega útgangspunkti skýrslunar og eins og þú þá las ég þessa skýrslu á sínum tíma en það er endur ótrúlega fyndið svona smá hliðapunktur að það er svo margt búið að vera að gera undanfarið. Ég var alveg, já alveg rétt, Katrín Mann skýrslan og það var ekki fyrir en ég var að undirbúa þetta viðtal sem ég bara heyrði ákvaðið mikið búið að gerast í þessari umræðu. En allavega, fjármálaráðuneytið kemur út samt með niðurstöðu sem að þá ég gerir ráð fyrir því að ráðuneytið fái út úr þessari skýrslu. Það er að segja að ábatinn af því að taka upp evru og kostnaðurinn við það að halda upp í krónunni réttlæti það að við ættum þá að taka skref í átt af því að taka upp evru sem að ríkisstjórnin telur að sé þá með því að gerast aðili að Evrópusambandinu. Er þetta ekki það bil svona rétt hjá mér? Jú. Og þetta var mjög merkilegt, alveg svo þú, þá bara var ég og horfði á fréttir og RÚV flutti okkur þær fréttir að kostnaður á krónunni væri meiri en ábatinn og það er, ef rétt væri, mjög merkileg niðurstöða að geta komist að því hagfræðilega að það sé að kostnaður af flotgengi sé meiri heldur en ábatinn og þess að ábatinn af því að hafa eigin gjaldmiðil er gríðarlegur og það er ástæða fyrir því að flesta þjóðir í heiminum hafa eigin gjaldmiðil. Þannig að ég var mjög forvitinn að býtu hvernig í ósköpunum þrátt fyrir það að þetta væri handvalinn sérfræðihópur af viðreisnarmannunum Daða Má Kristóferssoni að þá var ég mjög forvitinn að reyna að skilja býtu hvernig komast þér að þessari niðurstöðu og það kemur síðan í ljós að það er alls ekki niðurstöða skýrslunnar og það sem meira er að Stjórnarráð Íslands sendi út fréttatilkynningu og þeir fullyrða að þetta sé niðurstöða skýrslunnar. Það er bara ekki rétt og það fannst mér alveg makalust að opinberir aðilar sem eru að reyna að fræða fólk kost og galla að þeir falsi í raun og veru það sem stendur í skýrslunni. Þetta var fréttatilkynningin. Þess vegna fór RÚV
og sagði bara í fréttum að fyrsta fréttin var bara kostnaðar á krónu meira en ábatinn, það rangt. Þetta hljómaði svo í öllum fjölmiðlum og þetta var notað sem fyrirsögn hér og þar. Þessi síðan kemur í ljós að þetta er leiðrétt sem það bæði Katrín Mann og Hildegard sem er annar höfundur skýrslunar. En það breytir því ekki að hvorki Daði Már Kristófersson eða fjölmiðlar eins og RÚV hafa leiðrétt þetta. Það er síðan í siðareglum ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur að ef þú fer með rangt mál að þá síðanlegt að þú leiðréttir það. Það hefur ekki verið gert. Þannig að upplýsingaóreiðan í þessari umræðu allri evru, kost og galla evru, krón og svo framvegis, hún er yfirgengileg. Það er ástæðan fyrir því að ég ákvað bara svona að sjá mig eitthvað þetta og eins og ég hef sagt áður annars staðar að þá var það alls ekki meining mín að taka þátt í þessari umræðu. Nei. Og og þér hugnast ekki að fara inn í Evrópusambandið og ég er reyndar í undirbúningi fyrir þetta viðtal, þá var ég að lesa Douglas S. North sem er Nóbelsverðlaunahafi í hagfræði og ég náttúrulega ræddi hann líka þegar ég var með Heiðari Guðjónsinni fyrir ekki svo löngu, svo erum að ræða svona stofnanahagfræði og hvernig svona mismunandi ákvarðanir hefðu áhrif á stofnanir og fleira og það sem að mér svona finnst svolítið skrítið í allir þessari umræðu er að þegar að við erum að taka svona íhuga svona drastiska breytingar á okkar stjórnkerfi að þá er í rauninni ekkert hort til eins og vorum að reynda að ræða núna rétt árunni byrjum að taka upp til þess fórnarkostnaðar sem að myndi því fylgja. Það er rosalega mikið rætt það að við myndum bara straumlínulega ferla, hlutinir eru ódýrari, fjárfestar eru ánægðari með það að koma hingað, en að fórnarkostnaður þess til dæmis, ef við tökum bara að taka upp evru, hver hann yrði, er einhvern veginn ekkert bara til umræðu. Það er bara nei, það er bara gott að taka upp evru og það er í rauninni engar neikvar og ég hugsa alltaf með mér já, það er alveg hægt að færa rök fyrir því að þú getur bent á einhver ákveðin mál, en það er þá að vega upp á móti ókostunum. Þannig að ef við förum aðeins yfir þessa svona út frá þessari svona stofnanahagfræði, hver er þið ábatinn og kostnaðurinn að við taka upp evru? Ef við byrjum bara á ábatanum eins og þú skilur hann og út frá því sem við höfum verið að heyra, hver til að vera ábatinn fyrir íslenskt hagkerfi yrði fyrir Ísland ef við myndum taka upp evru og svo förum við í kostnaðan kjölfarið. Þú vilt ekki vera með stjörnu í rúðunni og ef að svo ber við þá ferð þú að sjálfsögðu inn á polsen.is. Þar eru líka allskyns varahlutir og allt mögulegt, startkaplar og ég veit ekki hvað og hvað. Ef þú har til dæmis að endurnýja ferðavörurnar svo að þetta sé tilbúið fyrir síðustu ferðalögi núna í haust eða þá einfallega að vera bara aðeins framsýn og vera búin að græja þetta fyrir næsta sumar þannig og þurfir ekki að vera hugaði þá. Polsen.is kippir þessu öllu í liðin, þannig að endilega kíkið á allt úrvalið en sérstaklega ef að þeir eru með stjörnu í rúðinni að græja það 1, 2 og bingo. Já, evran er náttúrulega miklu stærra gjaldmiðlasvæði. Það er kostur að vera hluti af stærra gjaldmiðlasvæði. Það hefur það að gera það verkum að sá útflutningu til dæmis sem fer til Evrópu, hann er þá í evrum og það þýðir það að gjaldeyris áhætta er takmörkuð þar. Þetta er ótvírætt. Verðbólga er þannig að hún er mjög mikið, til dæmis á Íslandi í dag, þá er hún mjög mikið heimatilbúin. Verðbólga ræðst af hlutum eins og eftirspurn ríkisins eftir lánsfé. Það ræðst af því hvort að ríkið sé að hækka gjöld og svo framvegis. Það ræðst af því hvernig tekst hvernig launaþróunin er hér versus önnur lönd. Þannig að þetta er allt saman hlutir sem er óháð nafninu á gjaldmiðlunum. En það auðvitað hefur það áhrif að vera hluti af stærra gjaldmiðlasvæði og það getur stuðlað að því að það sé eitthvað lægri vextir. Þetta eru kostir, ótvírætt. Og við skulum ekki gera lítið úr því. En þetta er svolítið svona eins og þegar við vorum að tala áðan með kaffibollan í Gríklandi.
að við getum sagt, já, það ódýrara. Kaffibollin á Íslandi 100% dýrari. En kaupmátturinn á Íslandi cirka 4 sinnum meiri heldur en í Grikklandi. Og þess vegna komum við betur út Íslendingar að kaupa kaffi heldur en Grikkir að kaupa kaffi í Grikklandi. Og það sama getur við sagt vextina, af því að auðvitað skipta vextir máli fyrir þá sem að skulda sitt íbúðarhúsnæði. Þú vilt ekki borga meira en nauðsynlegt í vaxtakostnað, ok? En það nú bara þannig að þjóðir heimsins, flestar með eigin gjaldmiðil. Við erum með á annað 100 gjaldmiðla í heiminum og þar vaxtastigið alls staðar mismunandi. Og af hverju það mismunandi? Jú, það vegna þess að það endurspeglar mismunandi raunveruleika. Og af hverju menn að stýra vöxtum, seðlabankar að stýra vöxtum með mismunandi hætti? Jú, það vegna þess að markmiðið með peningastefnunni, það að reyna að undirbyggja sem mestan hagvöxt til lengri tíma. Og hvernig gera menn það? Jú, það gera menn með því að reyna að hafa jafnan stöðugan hámarksvöxt í landsframleiðslu. Ef það mikil þensla á einum tíma, þá getur það truflað þessa langtímaleikni. Ef það mikil samdráttur, þá getur það líka truflað. Þannig að við notum gengið, hvort sem það vaxtastigið eða gengið sjálft, til þess að reyna að halda okkur á þeirri braut að hámarka hagvöxt til lengri tíma. Og hvað þýðir hagvöxtu til lengri tíma að hann sé hámarkaður? Það þýðir það að við erum að undirbyggja kaupmátt. Við erum að reyna að byggja upp sem mestan kaupmátt fyrir landsmenn. Okay? Og þegar maður segja, já, það 2% lægri vextir í, segjum Grikklandi eða eitthvað staðar, þá það nákvæmlega sama sem gildir þar að, já, ok, það getur verið að á einhverjum tímum þá séu vextir hærri hér en annar staðar. En á endanum skiptir máli hver kaupmátturinn, hver geta þín til þess að borga niður vexti. Ef kaupmáttur þinn 4-falt meiri eða 2-falt meiri eða 20% meiri, skiptir þá 2% vaxtamunur máli. Skilurðu? Í heildarmyndinni og tekur bara allt saman, að þá þarftu bara að velta fyrir hver heildar ábatinn. Og það, eins og ég sagði áðan, að þá væri það mjög merkileg niðurstöða í hagfræði. Ef menn kæmast þeirri niðurstöða að flotgengi, að kostnaður flotgengi sé bara meira en ábatinn. Eins og núverandi stjórnvöld reyndu að halda fram að kæmi fram í þessari skýrslu. Gjaldeyrisskýrslan, hún segir sérstaklega að þeir taki ekki tillit til þess að ef þú ert með fastgengi eins og evru, að þá gerist aðlögunin að breytingum í hagkerfinu með öðrum hætti. Og það felur í sér að það þarf að fara í gegnum vinnumarkað, það þarf að fara í gegnum eignaverðsbreytingar og það þarf að fara í gegnum skuldastöðu. Og þess vegna hættan svo að ef það verður til dæmis áfall, ég segi bara, já, ekki segja ef, bara þegar að verður áfall, því að við förum reglulega í gegnum einhver áföll, það upp eða niður, að þá kemur það hættan svo að það komi fram í atvinnuleysi og atvinnuleysi mjög dýrt. Það eru rannsóknir sem sýna að 1% aukið atvinnuleysi umfram jafnvægi, að það geti kostað lægri landsframleiðslu 2,5%. Þetta byggt á rannsókn sem það gerði meðal 20 ríkja og þetta meðaltalið. Það mikil breytt í því hvað þetta kostar hjá þjóðum. En ef við yfirfærum þessa tölu á Ísland, að 1% atvinnuleysi geti kostað 2,5% lægri landsframleiðslu, að þá samsvarar það það bil 125 milljörðum á ári, hvert prósent í auknu atvinnuleysi ef þessar tölur gilda á Íslandi. Það ekki verið rannsókn á Íslandi fyrir þetta. Og þá 2,5 eitthvað kringum 300 miljardar. Já, 3% myndi þá þýða að kostnaður 375 miljardar. Já. Skilurðu? Þetta eru verulegar upp að þeir. Og það þurfa menn að taka þetta með inn í reikningi líka. Og það það sem kom fram í skýrslunni og það bara sagt, við ætlum ekki að meta þetta. Ok, það allt í lagi. Og þá bara segja með það. En þá náttúrulega ekki komin inn á niðurstöðu, skilur. Þess vegna getur ekki fullyrt neitt það hvort betra. Og eins og ég segi og bara endurtek,
að ef menn kæmist að þeirri niðurstöðu að flotgengi væri kostnaðarsamara heldur en ábatinn, þá væri það mjög merkileg niðurstöða. Kristrún Frostadóttir var til dæmis, það var haft eftir henni í Morgunblaðinu í gær að jú, það væri alls konar kostnaður og vesin við ESB, en sko heildar ábatinn að ESB sagði, samkvæmt Morgunum, meiri ef við tökum til evrunar. Og þá segir maður, já, ok, veitu hvernig fá menn það nú út? Það liggur fyrir skýrsla sem gat ekki komast að þessari niðurstöðu. Það liggur fyrir. Við erum með Nóbelsverðlauna hafa í hagfræði sem hafa útskýrt að gallana við evruna, að því evran upphaflega pólitískt verkfæri til að hraða samruna Evrópu þjóðana og búa til United States of Europe. Það var markmiðið. Það var ekki verið að setja evruna upp til þess að hámarka efnahagslegan vöxt. Það var ekki. En samt erum við forsætisráðherra sem að fullyrði það að ábatinn af því, hagnaðurinn af evrunni sé svo mikill, að ábatinn af ESB sé bara jákvæður út af þessu. Já. Þetta er bara ekki rétt. Þetta er einmitt það sem að Sjóka Móti talar í Eurotragedy, það sem að fjallar nákvæmlega þessa þætti að þegar evran sett á laggirnar og hann tekur undir rauninni með skýrslu Enrico Letta þegar þeir segja að ábatinn af því að tapið af því hafi ekki fullkomna innri markaðinn nægilega vel hafi rauninni valdið ákveðinu svona óstöðuleika í dag og hann segir í þessari bók að hugmyndin hafi upphaflega verið og ég fór reyndar að skoða einhverjar Werner skýrslu sem kom út ára 1970 og fleira að vandinn hafi verið sá að þegar evran rauninni sett á laggirnar, hún var náttúrulega ekki komin ára 1970 en þetta var svona byrjað að íhuga þessu þá hafi hugmyndi verið svo að annarkvort verður efnahagsleg samþætting sem að ýtir á ákveðin svona minnka þjóðernislegt vægi að þjóðir væru að berjast fyrir sínum eigin hagsmunum eða þá að svona þjóðerniskendin myndi minnka og það myndi þrýsta á þennan efnahagslega stöðuleika og þeir sögðu þegar evran tekin inn að þá myndi annarkvort vega mótið þannig að annarkvort myndi í rauninni ýta hinu þannig að þeir myndi lenda í svona óumflýjanlegum spíral í átt að þessu markmiði en hvorugt hefur gerst? Já, það er nú stundum sagt að Evrópuþjóðirnar láti enga krísu fara til spillis því að það er þannig að þegar menn lenda í þessum vandræðum út af evru þá er gjarnan bent á við þurfum að bæta stofnanaumhverfið í kringum evruna og hvað þýðir það? Já, það þýðir það að þú þarft að samþætta svona í stóru myndinni kannski 2 hluti. Annars vegar það að þú ert að gera það auðveldara fyrir fólk að flytja á milli landa. Þegar að samdráttur í einu landi þá þarf fólk að flytja til þess að sækja sér vinnu. Alveg sem við sáum í Grikkland á sínum tíma. Þar var gríðarlegt atvinnuleysi og 400.000 Grikkir bara flutti frá Grikklandi. Þetta er stór hluti af þjóðinni. Og það hefur gert það að verkum að það er mun minna af ungu fólki og í Grikklandi heldur en hefði verið, það hefur ekki hluti burtu. En þetta er það sem þú þarft að gera ef þú ert með sameiginlega gjaldmiðil. Þú þarft að auðvelda fólki að flytja milli svæða og alveg sem Gylfi Zoëga sagði í Hörpu á sínum tíma þá er það náttúrulega bara holdt fyrir alla að flytja milli svæða en það er út af fyrir sér rétt hjá Gylfa en það er samt þannig að maður vil kannski fá að velja sjálfur hvort að maður flytur á milli landa ekki að maður sé neyddur til þess. Það er fátt meira svalandi en að fá sér einn ískaldan hvort sem það er í sólinni eftir langan vinnudag eða við fögnuð með góðum vinum. Kaldi á einfaldlega alltaf við þar sem hann bætir og kætir aðstæðurnar. Kaldi léttbjór er í samstarfi við þetta hlaðvarp og ég er gríðarlega ánægður með það. Það er líka bara munur á því að vera einhver táningur að kíkja í lýðháskóla og vera 50 maður með 20 ára starfsreynslu og 3 börn að þurfa að rífa allt upp frá rótum út af því að efnahagskerfið krefst þess að þú byrjið ekki því landi sem þú fæddist í. Já, þannig að en punkturinn er þessi að þetta er markmiðið. Það er að reyna að auka samþættinguna og það er í sjálfu sig bara fínt en spurningin er þetta raunhæft? Það er nummer 1.
og númer 2 að þá þannig að sko peningastefna þarf að haldast líka í hendur við ríkisfjármál. En við erum ekki með sameiginleg ríkisfjármál í Evrópu. Og ef þú ert ekki með sameiginleg ríkisfjármál í Evrópu þá mun þetta alltaf vera suboptimal. Þetta ekki, þú ert ekki að hámarka efnahagslegan ábata með slíku kerfi. Þannig að þá kemur alltaf þrýstingurinn. Herðu, við þurfum að hafa sameiginlegt skattkerfi. Alveg í Bandaríkjunum þá ertum að borga það bil 20% af skattekjörnum til alríkisins og svo borgaður inn í fylkin. Og það hefur verið stöðu pressa á Evrópuríkin að reyna að búa til sameiginlega skuldir til þess að búa til þá stöðu að það þurfi að vera sameiginlega skattekjör. Við segjum með sameiginlega skuldir, þá segir menn já, við erum með sameiginlega skuldir, við þurfum þá að innheimta skatta til þess að greiða þessar sameiginlegu skuldir og þannig byrjar þetta. Það er ekkert langt síðan, það var fyrir líklega mánuði síðan að þá voru Spánverjar og gott að Ítalir studdu ekki líka að reyna að koma því þannig fyrir eða leggja til að Evru svæði myndu taka búa til sameiginlega skuldir sem námu ef ég maður rétt 800 milljörðum á ári. Okay? Og þetta er alltaf sama sagan, það er verið að reyna að búa til sameiginlega skuldir. Þýskaland streitist að móti. Þetta í drækiskíslunni þá er þessi tala líka þar á að búa til sameiginlega skuldir til þess að styðja við nýsköpun. Það er alltaf verið að finna einhverja ástæður. Það er búið að finna ástæðun að við þurfum sameiginlegan her í Evrópu og þá þurfum við líka 800 milljarða. Það er alltaf sama talan. Það er alltaf verið að reyna að koma þessu á. Hann leggur alltaf fram sem alternativ ef að þeim tekst ekki að í rauninni mótivera söfnunarfé almennings til þess að fjármagna þessar fjárfestingar að þá þurfi sem svona secondary choice, svo ég fá að sletta, að þá þurfi þeir að fara í það að vera með svona sameiginlegt skuldabandalag sem að myndi þá fjármagna þessar fjárfestingar sem hann telur nauðsynlegar. Sameiginlegt skuldabandalag er bara mjög mikilvægt eða þú ætlar að ná þessum, eða þú ætlar að með sameiginlega mynt. Þetta skildi fyrsti fjármálaráðherra Bandaríkjanna, Alexander Hamilton. Hann gerði samkomulag við Thomas Jefferson yfir kvöldverði í New York, þá var New York höfuðborg Bandaríkjanna og Thomas Jefferson hann vildi svona auka vægi síns fylkis og hann samdi það við Alexander Hamilton að færa höfuðborg Bandaríkjanna til Washington gegn því að það myndi ekki vera móti því að það yrðu sameiginlega skuldir. Þannig að þessi hugmynd er mjög gömul. Alveg frá stofnun Bandaríkjanna þá skildu menn að þetta skipti máli og það er oft talað það að það vanti Hamilton moment í Evrópu og það er það sem menn eru alltaf að reyna að búa til. Punkturinn er hins vegar sá að þegar við erum að taka svona ákvörðun eins og eigum við að sækjum að ESB eða ekki þá þurfum alltaf að velta fyrir okkur, byrju til hvers erum við að þessu? Hvernig erum við betur sett en því að sækjum í ESB heldur en þá stöðu sem við erum í núna. Okay. Við erum með EES-samningin sem að veitir okkur aðgang að innri markaðnum. Við erum með fjórfrelsi, við getum ferðast innan Evrópu, við getum unni hvar sem í Evrópu. Þetta er frábær samningur. Það er frjálst flæði vöru og þjónustu og fjármagns. Þannig að hvað viljum við fá meira? Og þá segja menn já, við viljum verða hluti af ESB en þá þurfum við að gefa eftir á ýmsum sviðum, það er mikið fullveldis afsal eins og Stefán Már hefur nýlega bent á. Þannig að við ætlum að fara eða núna einhverjum árum í það að semja undanþágur fyrir einhverju sem við erum nú þegar með undanþágur fyrir. Veitu til hvers? Jú, þá segja einhverjur vegna þess að við viljum fá lægri vexti. En býtu nú við. Það hefur einhverjum tekist að sýna fram á það að þjóðir séu betur settar með fastgengi en flotgengi. Vegna þess að flotgengi, eigin gjaldmiðill, hann hefur svona 3 helstu kosti. Fyrsta lagi, að það getum við stýrt efnahagsmálum með vaxtatækinu og við getum farið í gegnum það hvernig það er í Evrópu í dag. Hvað ég bara gerum það núna. Verðbólga sumstaðar í Evrulandi er hærri heldur en á Íslandi. Okay. Þannig að það er bara staðreynd.
en það eru sömu stýrivextir fyrir allt evru svæði og það þýðir þá það að raunvextir eða horfið síðustu 12 mánuði eftir í tíman eru neikvæðir sem staðar. Í Litáen held ég að þeir séu cirka -3%. Ok, hvað þýðir það? Fyrir Íslendinga með sem þekkja verðtryggð lán, þá þýðir það að það væri það svona álíka eins og væri með verðtryggð lán og á vöxtu sem væri -3%. Ég held að þessi -2,76% eitthvað svoleiðis. Og í Króatíu sama saga, þar að segja það þensla, það búið að vera mikil hækkun á eignamarkaði, menn hafa áhyggjur af eignabólu, en Króatar hafa gefið frá sér sem eigin gjaldmiðil og geta því ekki beitt þessu vaxtatæki og þeir geta heldur ekki beitt genginu og þeir eru með neikvæða raunvexti og þú veist eins og að menn væri að fá væri með verðtryggða vexti en væri með neikvæða verðtryggða vexti. Er það gott ef það þensla? Ég meina, ef menn halda að það sé gott, af hverju fara þá ekki þessir snillingar og bara setja ný lög á Alþingi og segja, herðu, við skulum bara hafa neikvæða raunvexti þegar það þensla. Þú veist, er þetta það sem við vilja? Þú ert ekki að hámarka hag, þú ert ekki að reyna að hámarka hagvöxt eða byggja upp öflugan, mikinn, góðan kaupmátt með því að framfylgja svona hagfræði. Þetta staðan í Evrópu. Það eru neikvæðir raunvextir víða, þar sem að þú ert með ert í þenslu. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn til að mynda og OECD hafa nýlega gefið Króatum ráð hvernig þeir eiga við þensluna og verðbólguna vegna þess að þeir hafi ekki eigin gjaldmiðil. Og hvaða ráð gefa þér? Jú, þá það bara þannig að það tvennt sem þú getur gert. Þú getur dregið úr ríkisútgjöldum. Hvað þýðir það? Þú dregur úr ríkisútgjöldum, kannski segja upp ríkisstarfsmönnum. Þetta og svo þegar þú þarft að ýta undir hagvöxtun og hefur ekki eigin gjaldmiðil og það þarf kannski að auka ríkisútgjöld. Skilur þú búin að fækka valkostunum. En nú, velta bara margir fyrir sér. Ég meina, þú ert búin að vera að segja rosalega flókin orð og Jefferson og Hamilton og raunvextir og mínus og Litáen og Króatía. Okay. Ég bara að horfa minn eigin raunveruleika hérna. Ég með húsnæðislán. Ég búin að vera að hlusta á stjórnmálamenn segjast ætla að bjarga þessu í gríð og erg. Ég horfi yfir til meginlandsins og já, staðan flóknari þannig að austantjaldslöndunum fyrirverandi. En aftur á móti þá eru bara ríkulöndin í þeim veruleika að þau eru með margfalt lægri vexti og ég að borga margfalt minna af mínu húsnæðisláni. Þú getur alveg farið einhverjar flóknar formúlur en ég meina, svo mér selt já, nei, við missum sjávarútveg. Ég hef nú bara ekki snert hennar sjávarútveg. Þorsteinn Már kemur hérna á fiskidögum og mokar í mig einhvern djúpsteiktu fiski og ég klappa mér á hausinn fyrir það að vera svona góður og þægur. Nú ég bara búin að fá nóg af þessu rugli. Ég ekki að sjá neitt af þessum sjávarútvegi. Það bara verið að taka mínar auðlindir og hagnýta það fyrir sægrefana sem að kaupa upp heilu byggðafélögin. Landbúnaðurinn bara nú eitthvað sem ég bara niðurgreiði hvað sem með mínu skattgreiðslum ofan á það að borga mína vexti. Ég bara komið með nóg af því að þurfa að hlusta á einhverja dúta tala það að ég hafa það rosa gott og kaffi mitt svo ódýrt og ég bara vera þakklátur. Þegar allir eins og í Danmörku sem eru með áþekkan kaupmátt geta líka farið til Grikkland og keypt miklu ódýrari kaffibolla. Þeir bara hugsa, já, og ég fæ miklu ódýrara húsnæðislán. Af hverju ætti ég að vera að kaupa þessu sölu þegar ég fæ sífellt að hlusta á sömu ræðunar það og já, nei, þú ert að uppfylla masterkjörur. Ég þarf bara til að láta þetta reyna. Ég búin að vera að hlusta á einhverja gerfispekinga tala það að það sé miklu betra á Íslandi og evran sé ekki að fara að bjarga mér. En svo segja þegar þeir ætla að bjarga mér, að þá það ekki bara, þá það bara einhver lygi. Hvernig myndirðu bregðast þessu? Já, eins og áður við getum, þetta allt í kaffibollanum. Kaffibollin ódýrari víða, en það bara hluti af myndinu, það hluti af sannleikanum. Við þurfum að horfa á heildarmyndina. Og hann líka, hann jafn dýr í Danmörku. Það sem skiptir á endanum máli bara
erum við betur sett eða ekki sem þjóðfélag, sem almenni launþegar, hvernig tryggir þú sem mestan kaupmátt á Íslandi, ef við erum á einhverjum tímabilum að borga meiri vexti eða borga meira fyrir kaffibollan og kannski tvöfalt eða jafnvel meira, erum við þá betur sett og menn hafa nú sýnt fram á það að menn taka heildardæmið, þú verður að taka líka kaupmáttin inn í það. Við viljum stuðla að því að hér sé heilbrigður hagvöxtur, við viljum tryggja það að útflutningsgreinarnar séu samkeppnishæfar, við viljum tryggja það að þegar að við verðum fyrir áfalli að þá búum við ekki til atvinnuleysi sem að kostar mjög mikið og dregur okkur niður og þú verður bara að horfa á stóru myndina. Við getum alltaf tekið kaffibolla, pítsusneiðar eitthvað og það er mögulega ódýrar eitthvað annars staðar. En við þurfum þá að segja, já, en ætlum við þá að reyna að búa til kerfi þar sem við værum ekki að hámarka það hvernig kaupmáttur mun þróast. Þetta er ekki þannig að það er mjög sérstakt að taka bara hluta af myndinni og segja þetta er gott hérna, við skulum gleyma öllu sem sem mælir með, við skulum bara mælir með að hafa íslenska krónu, við skulum bara taka það sem mælir á mótiði og horfa á það er populismi, það er bara ekki góð pólitík og því miður, ég meina við erum að sjá það að það er hamrað á því að núna eru vextir hærri á Íslandi heldur en í Evrópu, það er rétt út af fyrir sig, en það er bara hluti af myndinni. Það er ástæða fyrir því að til dæmis vextir í Bandaríkjunum eru miklu hærri heldur en í Evrópu, stýrivextir eru hærri í Bandaríkjunum heldur en í Evrópu og hvað, erum við þá að segja að Bandaríkin væru betur sett með því að gangin í Evrópusamband að taka upp evruna, maður myndi þá spara gríðarlegar upphæðir, að sjálfsögðu er enginn að halda því fram vegna þess að vaxtastig það er endurspeglar hvað er að gerast í þínu hagkerfi og hvað er að gerast í Bandaríkjunum, það er þrótt mikið atvinnulíf, það er mikil þensla, það er mikil fjárfesting, það er eftirspyrnandi fjármagni, verðbólga þar er hærri og þess vegna eru vextir hærri. Hvað er að gerast á Íslandi versus Evrópu? Við erum með þrótt mikið atvinnulíf, við erum með yngra fólk heldur en víðast í Evrópu. Það er mikil fjárfestinga þörf og hefur verið, það er hærri verðbólga og já, það kemur fram í hærri vöxtum. Það er ekki þannig að eina sem þú vilt sækist eftir séu lægstu vextirnir. Þá, eins og ég segi, þá ætti jafnvel ekki bara Bandaríkin að velta fyrir sig taka upp evruna, heldur Evrópa að taka upp svisneska frankan eða japanska jenið eða, það er ástæða fyrir því að vextir eru mismunandi út allan heim. Ástæðan fyrir því að hljóðið í þessu hlaðvarpi er svona ótrúlega gott er Þorgrímsson. Ótrúlegt úrval af öllu sem við kemur innréttingum og fleiru. Ef þú þarft að bæta hljóðvist eða gera þetta flottara, þá finnur Þorgrímsson lausn á því. Þeir geta jafnvel gert bæði í einu. Persónuleg þjónusta sem að ég hef náttúrulega nýtt mér gríðarlega mikið í þessu hlaðvarpi. Ótrúleg útsjónasemi í því að koma með hugmyndir fyrir öll rými. Þetta er nánast göldrum líkast. Þorgrímsson, kíkið á málið. Já, og það er mitt ég ætla að koma aftur inn á bókina mitt því að Douglas North bókina sem ég nefndi þann áðan og því að það er líka annar þáttur í þessu sem að hefur að gera með þessa svona félagslegu samþættingu sem að evran átti í rauninni íta undir og Douglas North mitt fjallar þetta í bókinni er að menning og svona gildi hvers lands er mjög seigfljótandi og þú breytir því ekkert í gegnum gjaldmiðla eða með einhverjum pennastrikkum eða öðru og það er þetta sem að mér finnst svolítið hafa dottið upp fyrir í umræðinni út af því að þú varst að nefna mjög áhugaverðan punkt sem að kemur eiginlega nákvæmlega inn á þessa félagslegu samþættingu og þú varst að nefna það núna áður en við byrjum að tala saman. Og það er það, og ég vissi þetta reyndar ekki, að AfD hafa verið stofnaður til þess að koma Þýskalandi út úr evrunni og þá út úr Evrópusambandinu gerir ég ráð fyrir.
Já, en fyrst bara varandi sko menningar Já. hlutan að hérna, þetta er mjög mikilvæg punktur að af hverju skiptir máli að sem sagt, fólk á mismunandi stöðum sé svona menningarlega svipað, geti tala saman og svo framvegis. Það er vegna þess að ef þú ert með sameiginlegt myndsvæði að þá getur þú þurft að flytja á milli svæða eftir því sem atvinna er að breytast á milli svæða. Þetta gerist í fylkjum Bandaríkjanna og þá flytja menn frá, þú veist, Texas til Bandaríkjanna eða Flórida eða hvað það er og það, menningarlega er það þannig að það skiptir kannski ekki máli í hvaða fylki þú ert. Þú ert væntanlega að horfa á sömu bíómyndir, sömu þættin í sjónvarpinu, þú ert að hlusta á sömu stjórnmálamennina, kerfið er miklu líkara, þú ert með enska er töluð þarna. Evrópa er bara allt annað fyrirbæri. Það hefur ekki þessa menningarlegu einsleitni, skulum við segja. Saga ríkjana er mjög mismunandi, það eru mismunandi tungumál, það eru fjöldi opinbera tungumála í Evrópusamtinu. Það er ekki þetta samtal sem er í Bandaríkjunum á milli landa í Evrópu. Ef það kemur einhver tillaga í Evrópu þá er ekki norðmenn að sko hnakkrífast í Ítali sko þetta, að þeir tala basically ekkert saman þessa pólitík. En það er það sem átt með í Bandaríkjunum. Þannig að það er auðveldara fyrir aðila í mismunandi fylkjum í Bandaríkjunum að flytja þegar þú ert að flytja af því að það er atvinnustigið er mismunandi. Því er bara ekki eins mikið til að dreifa í Evrópu og það gerir það verkum að það er eins og þú nefndir aðan seigfljótandi þessi menningarlegi þáttur, það er ekki auðvelt að gera þetta. Þú ert með börn í skóla á Íslandi og eða þarf flytja til, þú veist, Búlgaríu eða eitthvað, af því það er vinna þar, að þá þarftu einhvern veginn að skilja hvernig er staðan þar, hvernig er lífeyrissjóðskerfið, tala í þetta tungumál, skilur og allt þetta. Mér stil að vera tungumáli vera nægilega vega mikill þáttur að... Já, og líka mikla saga í Evrópu. Uppálega eru 13 ríki Bandaríkjunum sem taka sér saman og svo stækkar það. En ég meina að þú ert með Evrópu þjóðirnar og allar hafa sína sögu og það er mikið stolt og sko þjóðverðir ætla sko ekki að gera hitt og þetta og þá komum við inn á það sem varst að nefna núna varandi Alternative für Deutschland, AfD. AfD er kallaður á Íslandi svona öfgahægri flokkur, hvað sem það nú þýðir, en sko AfD er uppalega stofnað 2013 af hagfræðingum sem að bara vilja ekki að Þýskaland sé í evrunni. Og af hverju vildir það ekki? Þeir vildu það ekki vegna þess að þeir sá það að þjóðverjar, þeir nutu ekki góðs af velgengni sinni í útflutningi í formi þess að gengið styrtist fyrir þá. Okay. Og þeir sáu það að það voru þarna ríki sem voru inn í þessu seðlabankasamstarfi sem að sumir kalla sem stuðning sem að gera það verkum að það er flæði af fjármagni frá í raun og veru þýska seðlabankunum til dæmis gríska seðlabanku á þessum tíma þegar AfD er stofnað. Og þeir vilja bara, þeir segja bara þetta hentar okkur ekki. Þeir stofnaði hennar flokk þannig. Þessi flokkur hefur breyst í tímans rás og það eru ýmsar aðrar áherslur en það er samt þannig að það að fara út úr evrunni er hluti af stefnuskrá flokksins. Og nota bene þetta er stærsti flokkurinn í Þýskalandi. Samkvæmt mælingum er hann núna stærsti flokkurinn og þegar menn tala sko líkt þengjandi þjóðir að þá eru líkt þengjandi þjóðir bara þannig að á einum tíma geta stjórnvöld þessara þjóða verið þú getur verið sammála áherslum stjórnvalda þessara þjóða svo kom bara ný pólitísk öfl og þú ert kannski ekki sammála. Lengst af var sko Bandaríkin talið sem sko líkt þengjandi þjóð. Síðan kemst Donald Trump til valda og þá segja sumir jána nú erum við ekki líkt þengjandi þjóð. Við erum að horfa upp á Evrópu sem er að breytast í grundvallaratriðum í pólitík. Þannig að AfD er núna stærsti flokkur Þýskalands samkvæmt könnunum. Hann er stofnaður til þess að koma sér út úr evrunni. Það er mjög áhugavert. Hvað þýðir það? Það er ekki bara það að þessi pólitískur vilji hjá AfD að komast út úr evrunni og þeir vilja gera mikla breytingur á Evrópusamtinu og ef það tekst ekki þá vilja að fara út úr Evrópusamtinu. Þetta er bara það sem ég segja. En það er líka fjárhagslegur hvati sem er svolítið merkilegt sem að fáir átt að sjá. Að því að við erum með
við erum með þetta kerfi á milli seðlabankana í Evrópu, milli, ef það gengur illa segjum á Spáni og það eru Spánverjar sem vilja kaupa eitthvað frá Þýskalandi en þú átt ekki evrur og það þarf einhvern veginn að fjármagna það og þetta það sem ég kalla stöðuleikja láni, þú fær þá bara þetta fjármagnað og þá verða þá millifæslur í evrukerfinu en það þá í raun og veru þannig að það eru þýskur aðili kaupir eitthvað frá bara einföldum dæmi að það er verið að kaupa eitthvað vöru að þjónustur á Þýskalandi og þá þarf að þá þurfa evrur að fara þær eru ekki til segjum og þá er þetta tekið að láni raunverulega í gegnum þetta seðlabanka evru samstarf og þannig safna sumar þjóðir upp vaxtaberandi skuldum og þetta hefur gerst yfir langan tíma og Þýskaland er þannig að þeir eiga tölvöld mikið af eignum í þessu kerfi en þetta er ekki skráð sem opinber staða Þýska ríkisins þetta er ekki hluti af Maastricht stöðinni sama með Grikkland eða Spán eða Ítalíu þeir skulda í þessu kerfi og þetta er ekki skráð sem skuldastaða í opinberum Maastricht upplýsingum og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að býtu Þýskaland á tölverðar eignir þeir eiga yfir 20% af landsframleiðslu í þessu kerfi Þýskaland skuldar opinberlega samkvæmt Maastricht það bil 60% af landsframleiðslu hvað gerist við þessar skuldir og eignir af því að sumir skulda og aðrir eiga Þýskaland á tölvert mikið að þinni Mario Draghi sagði 2017 að því það er engar reglur sem segja hvað gerist þegar þú ferð út úr þessu kerfi. Nýr samstarfsaðili þessa hlaðvarps er HD. HD er íslenskt iðnaðarfyrirtæki og þjónustufyrirtæki með yfir 150 sérfræðinga á 5 starfsstöðum. Fyrirtækið rekur sérhæfð vélaverkstæði og stálsmiður, sinnir viðhaldi og uppsetningum á lykilbúnaði og veitir sérhæfða vettvangsþjónustu til dæmis fyrir raforkuver, hitaveitur. Þetta er bara allt sem að við kemur raunhagkerfinu. Þannig að ef að þú þarft á einhverju slíkri aðstoð að halda, farðu inn á hd.is og fyndu lausn við þínum vandamálum. Sama hvort við förum í ESB eða ekki, þá er gríðarlega mikilvægt að við hugsum heilsuna. Þess vegna er þetta hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is þar sem að þú getur fengið heita pott, sánu, saltvatnspott, kaldan pott og allt sem að hugurinn getur girnst í þeim efnum. Þeir á heitum pottum láta einfallega draum þinn rætast með því að koma þínum útfærslum til leiða. Sama hvort þú vilt gera þetta heima hjá þér, í sumarbústaðnum eða annar staðar að þá ferðu á heitirpottar.is. Eins og ég segi, opið alla daga. Og ég lofa ykkur því að þið verið ekki fyrir vonbrigðum. Þá var hann starfandi seðlabankastjóri, hættir 2019. Já, þá var hann starfandi seðlabankastjóri og hann var spurður, hvað gerist ef eitthvað land fyrir út úr evrunni? Og þá sagði hann, auðvitað þannig að þá þurfum við bara að gera upp, skilurðu, stöðuna. Ok, fyrir Þýskaland þá þýðir það þarf að gera upp að þeir eiga 20% af landsframleiðslu rúmlega inn í þessu kerfi. Ef þetta bætir skuldastöðu Þýska ríkisins úr það myndi þá bæta samkvæmt þessu opinbera skuldastöðu ríkisins sem er skráð samkvæmt Maastricht-skilyrðunum úr 60 í 40 þá er það heldur betur mikill hvati til þess bara að gera þetta. Ef þú bætir því síðan við að stærsti flokkur Þýskaland samkvæmt könnunum vill fara út úr evrunni eða stofna til þess að fara út úr evrunni viltu þá vera komin inn í þetta kerfi og jafnvel búin að fá stöðuleika að láni í einhver tíma, það sem hún skuldar af því að þeir sem skulda þeir eru líka í vandræðum ef það þarf að gera vegna þess að þá fer þetta af því að vera eitthvað svona milligreiðslukerfi innan seðlabankana yfir því að vera hluti af opinberum skuldum og það til dæmis gerist í Grikklandi 2015 Grikkir voru náttúrulega verulegum vandræðum, þar lokuðu bankar, þar voru sett á gjaldeyrishöft voru sett á í Evrulandi 2015, 2 árum áður þá voru gjaldeyrishöft sett á Kýpur. Þannig að þegar menn er að tala að það sé eitthvað einstæmi að menn hafi sett á gjaldeyrishöft á Íslandi, þá er það bara ekki rétt. Ok,
Fjármálaráðherra Þýskaland segir 2015 að hann vilji bara Grikkland út úr þessu evrusamstarfi. Þetta bara gengur ekki, útbyggð ykkur. Ok, á þeim tíma voru Grikkir með 160% skuldahlutfallið, opinbera skuldir, sem hlutfallar landsframleiðslu var 160%. Þeir skulduðu þarna inn í þessu kerfi cirka 60% af landsframleiðslu. Ef þeir hefðu farið út þarna, þá hefði opinber skuldastaða þeirra breyst úr 160 í cirka 220%. Ok, og það þarf einhvern veginn að fjármagna það. Og ætlaði að fara út úr evrunni, setja stofna aftur sín eigin gjaldmiðil, dökkmuna, á sama tíma og skuldir þeirra aukast gríðarlega því það þarf allt í húnum komið ljós þarna skuldir inn á seðlabankakerfisins. Það hefði áhrif á lánshæfimatið. Þetta var algjörlega ógerlegt. Jafnvel þó að það hefði viljað fór út úr evrunni. Það hefði það breytt stöðunni svo mikið að það var ekki farið í Grexit, eins og þetta var kallað, menn ætluðu sér og menn skoðuðu þetta mjög alvarlega að koma Grikklandi bara út úr þessu evrusamstarfi, að það bara passar ekki fyrir þá. En það var ekki gert út af þessu. Þannig að sko, þá getur það vel fyrir ok, við erum að sjá breytingar í pólitíkinni í Evrópu, bæði í Þýskalandi með AfD og við erum að sjá breytingar í Frakklandi með Marine Le Pen, sem er nokkuð vinsæl. Ég er ekki að segja að þetta muni gerast, en hvað ef þetta gerist? Hvað myndi gerast ef Þýskaland færi út úr evrunni? Það er nú bara mánuðu síðan þetta var rætt. Ég held að það hafi verið í einhverju grein á hérna hjá Reuters. Og þar var aðalhagfræðingur ING og hann sagði bara þetta myndi búa til móður allra kreppa. Ok. Sko ég held að menn ættu kannski aðeins að velta fyrir sér fyrsta lagi. Ísland er hæst á allra mælikvarða efnahagslega. Kaupmáttaraukning var frá 2013 til 2025 á hverja unna vinnustund var 68%. Þetta er upplýsingar sem að Konráð Guðjónsson tók saman. Á sama tíma á kaupmáttaraukningin í ESB var 8%. 68% kaupmáttaraukningi á Íslandi frá 2013 til 2025. Á sama tíma í ESB þá var þetta 8%. Gauti B. Eggertsson og Konráð, þeir voru að rífast þessar tölur og Gauti vildi miða við ekki 2013 til 2015, hann vildi fara til 2007. Af hverju vildi það fara til 2007? Jú, það vegna þess að 2007 þá var gríðalegur kaupmáttur á Íslandi vegna þess að í framhaldi af hávaxtastefnunni sem var iðkuð hérna fram að hruninu undir forystu aðalhagfræðing Seðlabankans Arnór Sighvatssonar sem nýlega búinn að skrifa grein en minntist ekki á það að hann var aðalhagfræðingur hérna Seðlabankans í hávaxtastefnunni að þá var ósjálfbær kaupmáttur á Íslandi 2007. Við notum hugtakið 2007 það sem gerðist þá. Þeir sem lifðu þann tíma að þá upplifðu allir sig mjög ríka. Það er vegna þess að hér var stefna sem er ekki lengur í gildi sem að bjó til mjög mikinn kaupmátt. Og Gauti vill miða við þetta vegna þess að það kemur betur út að miða við þennan topp heldur en að miða við eitthvað annað. Ég er algjörlega sammála því hvernig Gauti nálgast þetta að það er miklu eðlilegra að miða við eitthvað meira jafnvægis ástand heldur en akkúrat toppinn. Okay? Aðalatriðið þetta að á flesta mælikvarða að þá stendur Ísland sig gríðarlega vel efnahagslega og það hefur við náð að gera með okkar eigin gjaldmiðil. Og þannig ég segi það er enginn sem getur sýnt fram á það. Það var enginn sem hefur, það var reynt með þessari gjaldeyrisskýrslu að sýna fram á það að það væri að kostnaður væri meira en ábæðin. Það tókst ekki. Hvað eru menn að sækjast eftir? Horfum á heildarmyndina og ef við að fara núna inn í bæði Evrópusambandið sem er í mikilli
endur nýjun eða endur skoðun skulum við segja, því að hlutin hafa ekkert endilega gengið vel, vonandi gengur vel hjá þeim. En eigum við að fara inn í þetta núna og fórna okkar góða EES-samningi fyrir það? Fiskur lýðheilsumál og við þurfum að borða meira af honum. Þess vegna þetta hlaðvarp í samstarfi við fiskhúsið.is, heildsala þar sem þú færð allt það sem að hugurinn girnist. Hvort sem þú ert í veitingarekstri, hótelrekstri eða fara að halda viðburð þar sem þú þarft ferskan fisk, þá ferð þú inn á fiskhúsið.is og skoðar alltaf úrval sem að þeir hafa upp á að bjóða. Já, ég ætla að láta eins reyna á þetta því að það annað sem að kemur fram í þessari bók Douglas North sem að mér svolítið gott og hann segir í rauninni að til þess að meta verðbólgu að þá áttu ekki bara að setja hann í samhengi við hagkerfið heldur að líka í samhengi við bara svona félagslega óvissuþætti sem hefur líka að gera með gjaldeyrismál og ég var að hlusta á einmitt Gauta í gær hjá Gunnari Smára og þar fjallar hann að sko það að vera í þessu krónahagkerfi og ég sá einn hjá Evrópuhreyfingunni þar sem ég kannski vinkla það henni líka allir með eins og með hana sólmyrkva að þá vorum við að fá það mikið að innstreymi af fjármunum að við sjáum það bara í hagsveiflum og þetta hefur áhrif á verðbólguna og núna eins og þú ert réttilega búin að koma inn á að vera í þessari smámynt þrátt fyrir það að við getum alveg farið einhverja bollaleggingar framtíð evrunar mér nefndar í grunninn sammála þér mér finnst það svolítið skrítið en tökum samt, gerum okkur þetta erfitt að þegar við erum með alla þessa óvissu þætti sem hefur að gera með íslensku krónuna að þá eins og Douglas North segir þá þetta endurspeglun á vantraust fólks bæði þeirra sem að versla íslensku krónum og þeirra sem eru náttúrulega alls ekki tilbúnir að gera það sem erlendir aðilar að þeir horfa upp á þessa stöðu og segja, heyrðu, ég þarf bara að fá svona ávöxtun á mitt fé út af því ég veit ekkert hvað að fara að gerast á Íslandi í fyrramálið sem að getur bara haft stórkostlega áhrif á gengi þessara krónu. Já. Og þá veldur maður fyrir sér, býtu, væri ekki miklu hagstæðara og hver fórnarkostnaðurinn af því að við séum í þessum stanslausu sveiflum, þrátt fyrir það að hún hefur verið stöður en evran undanfarin ár, að þá þarf svo lítið að gerast fyrir svona litla mynd til þess að það hafi bara stórkostlega áhrif á húsnæðisverð, stórkostlega áhrif á kaupmátt og ferð upp í ferð í smáveruverslanir. Þannig að væri ekki bara smá kannski hugaró að geta fyllt einhverju stærra myntbandalagi þar sem einhverju svona smá mál séu ekki bara eitthvað sem að ég þarf að vega og meta inn í það hvort að ég sé að fara að kaupa hakk eða eitthvað erlent lambakjöt og setja það á diskinn fyrir börnin. Já. Þetta mjög góða punktur og þetta er einn af því sem við getum sagt þessi kostur við stærri gjaldmiðlasvæði. Okay, og það það. Á móti kemur að það að vera með opið lítið hagkerfi þá það þannig að gengi skipti gríðarlega miklu máli. 2009 þá var peningastefnunni breytt í verðbólgumarkmið 2,0 þar sem að þú beitir gjaldmiðlamarkaðnum með virkari hætti heldur en áður vegna þess að alveg þú segir sjálfur þá hefur gengið gríðarlega áhrif og þess vegna erum við með mjög stóran gjaldeyrisforða og þess vegna beitum við gjaldeyrisforðanum sem hluti af stýritækjanum. Þeir sem hafa verið í Bandaríkjunum eins og Gauti þeir þurfi ekki að afgjöra þessu að þú ert með forðamynt heimsins sem dollar en þeir sem eru í smærri gjaldmiðlasvæðum að þeir hafa annars konar áskoranir og þurfa að skilja þær og þekkja þær og beita annars konar tækjum. Gjaldeyris inngrip hluti af peningastefnunni og það svolítið það sem að það svolítið miskilningu þarna vegna þess að segjum sem svo að það sé mikil þensla í hagkerfinu, það gríðalegur áhugi að koma inn og gera eitthvað, það gríðalega eftirspurn eftir krónunni, það þýðir það að krónan verður dýrari, það þýðir það að gjaldeyri verður ódýrari og þá beita menn í þessu, það sem að þetta heitir sem þetta kallað á ensku lean against the wind, svona strategía, að þá geta menn með því að Seðlabankinn þá sem sagt að kaupa gjaldeyri á þessum tíma þegar gjaldeyri ódýr, þá eru menn að vinna á móti þenslunni,
og það það sem þú ert að hafa ágjör að verða ekki hugaróð, þess vegna höfum við Seðlabanka, að því að hann að passa upp á þessa hluti, skilurðu? Sem kannski bara annað fórnarkostnaður sem að, ég meina, til hvers að vera með allt þetta batteri Já. Staðis að vera með bara einhvern ákveðin stöðuleikar. Já, akkurat. Það eru 3 atriði. Það það að þú ert með þú ólíkt til dæmis Króatíu, Litáen og svo framvegis núna sem eru með mikla þenslu og jafnvel eignabólu, að þá ertu með verkfæri til þess að takast á við. Þannig ertu að reyna að hámarka hagvöxt og þar með ertu að reyna að hámarka kaupmátt. Okay? Þú ert með þetta tæki. Já, það kostnaður við þetta. Þú ert með síðan gengi sem aðlagast og þú getur nýtt það og þú getur nýtt það til dæmis til þess að kaupa gjaldeyri, það eru inngrip þegar að gengið að styrkjast og það eru síðan sömulegis inngrip þegar orðið veikt og þú vilt ýta undir hagkerfið og þá basically þú kaupir ódýrt og selur dýrt. Þess vegna það þannig að ávöxtun á gjaldeyrisforða Íslands cirka 136 miljardar síðustu 10 árin og það ávöxtunin. Svo segja mér, já, það kostar eitthvað að halda honum að fjármagnan. Það nefnilega svolítið flóknari spurning og það að því að sko heimilisbókhald og seðlabankabókhald tvennt ólíkt. Þegar við þurfum að kaupa eitthvað, þá þurfum við að eiga fyrir því, annað hvort að fá lán eða eiga peningin. Sá sem gefur út eigin gjaldmiðil, hann getur gefið út eigin gjaldmiðil. Framleiðslu kostnaðurinn af því hann 0, beitkostnað, þegar þú ert að auka raunverulega, þú ert að auka magnið í gagnagrunnum raunverulega. Raunverulega kostnaður þarna hættan á verðbólgu, af því að þú eigur peningamagnið, þá getur þú búið til verðbólgu og það þarf að passa þig á. En stundum það þannig að seðlabankar vilja auka peningamagn til þess að ýta undir hagkerfið. Okay. Og til dæmis ef við tökum Tékkland sem dæmi, að þá byggðu þeir upp sinn gjaldeyrisforða með því að gefa út eigin gjaldmiðil og nota síðan til þess að kaupa erlenda gjaldeyri. Þannig að þeir tóku ekki lán til þess að gera þetta. Þeir gerðu þetta með þessum hætti og seðlabankar hafa þessi tól og þá geta þeir annarkvort sagt, já, ok, við ætlum að það sem heitir á seðlabankamáli að stífa þetta, það að segja sterilisera þetta, það að segja gera það verkum að þessi peningamagnsaukning hafi ekki áhrifin í hagkerfið. Og Tékkarnir, þeir vildu ekki gera það og gerðu það ekki og þeir juku bara peningamagnið í Tékklandi og sumir haldaði fram og ég held að sér rétt að þeir hafi farið fram á sér, þeir hafi gert of mikið af þessu. En punkturinn sem ég að segja þessi, að við höfum tólin til þess að takast á við þessi mál. Viljum við fórna þessu til þess að fá, eins og þú segir, peace of mind? Já, það alveg sjónarhótt, sko, og það alveg legit sjónarhótt. Þá þurfum við bara að velta fyrir okkur, hverju erum við að fórna? Við erum að fórna því að við erum mögulega ekki að hámarka hagvöxt til lengri tíma sem hefur áhrif á kaupmátt okkar, hvernig við byggjum hann upp til lengri tíma. Og við erum að mögulega búið til meira atvinnuleysi sem að getur kostað gríðarlegar upphæðir og við erum þá komin inn í kerfi þar sem við erum með stöðuleika að láni í þessu millibankakerfi og ef þú vegur það saman þá, eða þarf að segja til þess að svara spurningunni viljum við þetta peace of mind sko þá er þetta vega allt þetta saman af því að þetta trade-off. Hlaðvarp í samstarfi við bæjarins bestu pilsur, þetta auglýsir sig náttúrulega sjálft. Ef þú ert að fara að fá þér pilsu þá veistu nákvæmlega hvað þið langar í. Þið langar í bæjarins bestu pilsu og það því ekki eftir neinu að bíða. Sölustaðir út allt land, þannig að endilega farðu og skelltu þessu hlaðvarpi í eyrun og farðu og fá þér tvíhleypu. Við viljum ekki láta sjá okkur á skítugum bíl og þess vegna mikilvægt að láta fagmenn sjá þetta. Alvörubón býður upp á persónulega þjónustu fyrir endingadrjúgt, lakk og flottari bíl. Farðu inn á alvörubón.is eða einfallega rendu bara við. Þú munt ekki sjá eftir því og þú munt renna á flottari bíl heldur en flestir aðrir í umferðinni. Já, það líka fleiri breytur þannig reyndar sem eru vert að nefna sem einmitt eins og þú nefndir, ég held að miðgildi aldurs hér á Íslandi sé 36,1 senast ég skoðaði þetta
og í Ítalíu þetta vel yfir 40 sem alveg gríðarlegur munur og nú þegar að velferðarkerfi, við getum flett útlendingamálunum inn í þetta líka sem að hefur gríðarlega áhrif og á velferðarkerfin að þá kostnaður á þessa liði að fara að verða mjög mikill. Evrópusambandið segir sjálft að þeir þurfi til þess að straumlínulega ferla að taka til sín meira vald til þess að geta tekið ákvarðanir. Já. Hvað verður í ákveðnum svona samtryggingakerfum Evrópusambandsins og Evrópusambandsríkja varðar þessi mál, velferðarkerfi, kostnaður við það, útlendingamál sem við enda vitum að þeir ætla núna að fara að dreifa hælisleitendum yfir á aðildarríki eftir vilja Evrópusambandsins sem að þeir kalla svona Fair Share Initiative. Já. Þar sem að landsframleiðsla veginn inn í það hvað þú átt að taka móti mörgum hælisleitendum. Þannig að þá eru þeir búin að taka til sín landamæra eftirlit líka. Já. Og þannig að það mjög margt skrítið í þessu en ég líka hef sagt þetta áður og til fyrir svona einföldunar að viljum við setja okkar hagsmuni í samflot við ríki sem að taka sér síðastu og svarið við því nei og líka þegar að við erum með töluvert yngra fólk að þá ólíklegra að við þurfum að borga þótt fyrir það sá kostnaður mun koma til með að aukast gríðarlega. Ég held að fyrir árið 2050 þá verði 80 ára og eldri orðnir 8,3%. Þeir eru 3,2% árið 2023. Þannig að á núna 25 árum þá mun þessi aldurshópur stækka gríðarlega. Já. Sem náttúrulega bara jákvætt, en það aftur á móti mun hafa gríðarlega áhrif á útgjöld til velferðarþjónustu. En það verður miklu meira í Evrópu, sko. Já. En það annað líka sem að mér finnst líka að hafa svolítið gleymst í umræðinni sem að til þess að fá evruna að þá verður þú að ná niður verðbólgu sem að svipa því sem að hjá þeim 3 þjóðum í Evrópusambandinu sem að hafa lægsta verðbólgu. Þú þarft að gera það með krónuna. Og svo þarft að uppfylla Maastricht skilyrðin. Já, það annað. Þú þarft að ná verðbólgunni niður sem að má ekki vera meira en 1,5% af því sem að meðaltalið hjá þeim 3 þjóðum sem hafa lægsta verðbólgu. Þú þarft að hafa síðan ríkisskuldir, langtíma ríkisskuldir að svipað og þessar 3 þjóðir. Þannig að þú ert að ná þessu öllu saman með krónuna. Þetta eru samleitni skilyrðin sem þú ert að ná. Og það hefur bara tekið þjóðir langan tíma. Það tók Ísland 7 ár frá því gengunni í Evrópusambandið, þar til fengu evruna. Það tók Litáen, Króatíu og held ég Slóveníu það bil áratug að fara að inn með evruna og uppfylla þessi skilyrði. Og það tók síðan Búlgaríu einhver 19 ár að fara að inn. Tékkland, Pólland, Rúmenía og Ungverjaland, þau eru ekki ennþá búin að uppfylla þessi skilyrði þrátt fyrir áratugi í Evrópusambandinu. Og Jón Danielsson, professor í London School of Economics, hann skrifaði grein fyrir það bil ári síðan og sagði ef menn ætla að ná að taka upp evruna þá mun það ekki gerast fyrir 2042. Men þú þarft að uppfylla þessi skilyrði öll innanhús í fyrsta lagi líka. Já. Þú þarft að gera þetta með íslensku krónunni. Þannig að við hlustuðum á Kristrúnu Frostadóttur segja fyrir einhverju síðan að hún með sleggju til þess að koma vöxtunum niður, koma verðbólgunni niður. Þetta það sem við þurfum að gera. Alveg óháð evru. Af hverju fókuserum við nú bara ekki á það að koma okkur á þennan stað að verðbólga fari niður, vegna að verðbólga eins og Seðlabanki Íslands hefur sagt að stóran hluta bara eitthvað sem okkar við höfum búið hana til með launahækkunum, með húsnæðis skipulaginu á húsnæðismarkaði, með gjaldskrárhækkunum og svo framvegis. Tökum á þessu. Svo ertum við Íslandsálag sem þannig að það eru sérstakir skattar og kvaðir á íslensk fjármálafyrirtæki sem gera það verkum að ef þessi fyrirtæki ætla að vera álíka arðbær og bankar í Skandinavíu, að þá þurfa þeir að ná í auka tekjur og það kemur fram í hærri vöxtum. Daði Már Kristófersson fyrir mánuði síðan eða 2, hann var að tilkynna það í húsi Vigdísar Finnbogadóttur á einhverju ráðstefnu
að hann ætlaði sér að hækka enn frekar álögur á fjármálafyrirtæki á Íslandi, það mun koma fram í hærri vöxtum líka. Þannig að sko, þetta eru heima tilbúin vandamál. Tökumst á við það sem við erum að gera, hvort sem hefur ekkert með evrun að gera, klárum þetta og við erum ekki að búa til einhver heim þar sem við horfum bara á kostina, horfum bara á það að kaffibollin hann ódýrari í Grikklandi. Reynum að horfa á heildarmyndina og taka einhverja skynsamlega ákvörðun. Við sjáum til hvort að okkur muni takast það. Jón Helgi, þetta var mjög áhugaverð, tæknileg yfirferð, en ég held að hún hafi komist til skila á mannamáli. Það var stórkostlega gott. Við gerum þetta einhvern tímann aftur, óháð því hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer. Það var mjög gaman að tala við þig. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Já, takk sömuleiðis.